Ef að ég hef frétt það sé mikil ásókn í því að koma hérna á Hofbrekku í Ólafsfirði í hvíldarrýmið. Já, það búið að vera það núna síðastliðin ár og frekar að aukist heldur en hitt. Við erum það vel sett að við erum með sjúkraþjálfara í vinnu hjá okkur sem er alla daga hérna á neðri hæðinni og er í hérna prósentu hjá okkur. Og við höfum sem sagt hérna tekið fólk inn sem er að koma í endurhæfingu, hefur verið að fara í aðgerðir, þannig að það hefur komið hérna til okkar. Við erum með 4 hjúkrunarrými, búin að vera núna. Síðastliðin 2 ár höfum við nýtt það bil 4 hjúkrunarrými til þess. En það kemur líka kannski ekki til af góðu því að hérna, eins og kerfið er í dag, því að við erum með 11 dvalarrými og 11 dvalarrými segi ég og 18 hjúkrunarrými, þannig við erum með 29 einstaklingar sem búa hérna. Það er bara, dvalarrýmin má ég segja þau séu barnsins tíma. Það er yfirleitt ekki að koma nema kannski einn einstaklingur sem er að sækja dvalarrými á ári. Þannig að, en við erum kannski með hérna eins og núna 11 einstaklingar sem eru á dvalarrými en eiga kannski helmingurinn af þeim á flutningsmat yfir á hjúkrunarrými. En það er bara flóknara en það að fara að flytja þá af dvalarrými yfir á hjúkrunarrými því að heimilið náttúrulega, það verður að reka sig og það verður að koma peningar og við fáum náttúrulega enga peningar þegar enginn er til staðar. Þannig ef ég myndi núna eins og ég er með 4 laus hjúkrunarrými, ef ég myndi flytja 4 af dvalarrými yfir á hjúkrunarrými, þá gæti ég ekki nýtt þessi dvalarrými og heimilið ekki fengið þar að leiðandi greiðslu og erfiðar að reka það. Því að við megum ekki nota dvalarrými sem hvíldarpláss, en við getum notað hjúkrunarrými sem hvíldarpláss. Þess vegna höfum við svona spilað þetta svona að þessi þegar kemur einhver einn inn og sækjum dvalarrými, þá tökum við hann inn og flytjum þá af flutningslistanum yfir á hjúkrunarrými. En nýtum þá þessi hjúkrunarrými sem dvalarrými. Og við höfum verið með ansi mörg núna undanfarið. Og höfum nýtt þau, já það er mikil aðsókn frá Akureyri. Og bæði í endurhæfingu og líka fólk sem er mjög veikt að koma á lyfjadeildinni. Það hefur líka verið að koma mikið fólk sem á ættir að rekja til Ólafsfjarðar, sem býr í Reykjavík. Eva segir að á árunum 2012, 13 og 14 hafi töluvert margir einstaklingar komið víða að af landinu til að fá líknandi meðferð á Hofbrekku. Sem það ekki alltaf tengdust Ólafsfirði. Mjög fullorðið fólk sem átti kannski ekki marga að og kom sem sagt hingað til þess að bara að eiga síðustu stundirnar hér. Við höfum dálítið sérátt hæft okkur í líknameðferð og til að hún mjög góða í þeirri hjúkrun. En já. En hvað veldur því að fólk vill koma hingað? Já, ég tel það að sko Hofbrekka er það lítið heimili. Það næri eiginlega ekki að vera stofnun. Við erum með 29 einstaklinga sem búa hérna og þetta er bara einn gangur. Starfsfólki hérna er náttúrulega bara yndislegt. Þetta er lítið samfélag og það sem að þegar ég byrjaði hérna 2007 þá hafði ég bara hugsað mér að vera 1-2 ár. En ég er algjörlega heilluð af því að vinna hérna því að starfsfólki hérna hefur heillað mig því það gefur svo mikið af sér og það er tilbúið til þess að gera svo mikið fyrir heimilisfólki hérna. Það er ekki bara baða og henda svo upp í rúm eða eitthvað svoleiðis. Það er dúllað við fólkið hérna, sett í það rúllur og borið á það krem og það eru allir boðnir og búnir ef að einstaklingur, við höfum mikið verið að taka einstæðinga til dæmis, þá er það búið að fara til búð fyrir þá, fara með á tónleika. Við yfirleitt höfum við þegar jól þá höfum við gert svona samskot starfsfólkið og keypt jólagjafir
handa þeim sem eru einstæðingar og eiga enga og svo þeir fá jólapakka. Þetta bara svona hugmynd hugafarið hérna hjá starfsfólkinu. Það ofsalega góður andi hérna og gott að vera og margir sem að koma hérna í hvíldarinnlög þurfa sækjast eftir því að koma aftur, sérstaklega fólk frá Akureyri. Ég veit því eftirtekt. Og svo erum við öflugt félagsstarf hérna, eins og hér að gera sér í dag. Já, það hérna nýkomin nýr starfsmaður með félagsstarfið, Elín, og hún að hérna gera mjög góða hluti. Hún með handavinnu hérna eftir hádegi á mánudögum og fimmtudögum. Hún með lestur á hverjum degi og hún með spilavist og boccia. Hún fer 2 í viku aukalega í íþróttahúsi með heimilisfólki og þá getur fólki í bænum komið. Það hefur verið mjög vel sótt. Þannig að hérna, og það bingo og það eru bæjarferð einu sinni í viku. Það mjög margt og hún dugleg. Ef það dauður tími þá hún dugleg að bjóða einhverjum annarkvort út á göngu eða hérna það mjög gott samstarf og mjög gott að vinna hérna.